Velkomin í fyrsta þáttinn af Temjum tæknina. Í dag komum við ofan í heim gervigreindar og stafrænnar byltingar og spyrjum stóru spurningana: hvernig þessi tækni að umbreyta vinnu okkar, meðhöndlun viðkvæmra gagna og jafnvel kvikmyndaiðnaðinum? Hvað gerist þegar stafrænt ferli þurrkar út gamaldags handverk? En tökum dæmi, Gunnar, gesturinn okkar, gefur okkur ótrúlega innsýn í líf kvikmyndastjóra í bíó, starf sem hvarf þegar stafræn tækni tók yfir filmur og breytti rekstri kvikmyndahúsa fyrir fullt og allt. Gesturinn okkar Gunnar Ásgeirsson, kerfistjóri við Háskólann á Akureyri, reyndur útvarpsmaður, en einnig hefur hann áratuga reynslu úr kvikmyndabransanum. Hann var algjörlega frábær í þessu fyrsta hlaðvarpi sem að ég, Magnús Smári Smárason, stýri og ég vil þakka honum kærlega fyrir. Við ræðum hvernig kvikmyndatæknin færðist frá sýningarvélum í bíósölum yfir á stafrænt form, þróun gervigreindar eins og ChatGPT og DeepSeek sem og íslenska máltækni. Gunnar hefur unnið að verkefnum sem ég segi að setja hann í fremstu víglínu verndara íslenskunar, allt frá textavinnslu fyrir bíó og sjónvarp til að tryggja íslenskt mál í stafrænum heimi. Þetta og miklu meira förum við yfir í dag. Gunnar líka maðurinn á bakvið hlaðvarpið Litli Mallakúturinn, þar sem rætt við fólk sem gengist hefur undir aðgerðir á maga vegna offitu, svo hann kann að segja góðar mannlegar sögur, hvort sem það tækni, kvikmyndir eða mikilvæg heilbrigðis- og lýðheilsumál. Tæknin breytir öllu, en hvernig temjum við hana þannig hún þjóni okkur en ekki öfugt? Með mér í dag situr hann Gunnar Ásgeirsson, kerfistjóri hérna á kennslumiðstöð og í upplýsingatæknisviði skólans, eða ekki? Já, ég veit ekki hvað sviðið kannski beint kalla, en við erum henni inn á kennslu- og upplýsingatæknimiðstöð. Já, við höfum kynnst núna bara sem fyrstu vikum í minni vinnu hérna og bara voru virkilega gaman að kynnast þér og bara spennandi hlutir sem að þú ert að gera og hérna það nefnilega að tækifærin liggja svo víða og á ólíkum stöðum og það mjög spennandi sem að þú hefur verið að segja við mig og kynna fyrir mér það sem þú ert að gera í tengslu við textun. Getur eitthvað sagt okkur aðeins frá því? Já, sko, erum við aðeins að byrja á byrjunni þarna að það byrjar svolítið, myndi ég segja, árið 2001, ekki með kannski gervigreind, heldur þegar ég labba inn í Háskólabíó í fyrsta skipti þegar pabbi félaga minns þar sýningarstjóri og þá fer ég upp í sýningaklefa í bíó fyrst og sé filmusýningavélar meðan það eitthvað geggjað bara. Það svona pínu cinema paradiso feelingur. Þá fekk ég svolítið að heilan það að mér bara ógeðslega gaman hvernig bíó virkar og reikna með margir hafi allavega séð þessa kvikmynd Cinema Paradiso. Þetta alveg svona ævintýra heimur út af fyrir sig og ég hef alltaf haft áhuga á tölvum og svona, svo bara eitt leitið öðru, svo ég orðinn sýningarstjóri í Smárabíó og Regnboganum og reyndar Háskólabíó líka setna og á endanum tek síðan þátti allir þessi stafrænu svona transition, eða þeir að vera að taka filmjölunar úr nótkun. Já, það hefur nú sjálfsagt verið svona ákveðið svona viðhorfsbreyting og mikil breyting á starfsemi kvikmyndahúsa því að alltaf sýningarstjórar og filmur voru náttúrulega stór partur af þessu. Já, heldur betur og maður þetta bara að vinna með eldri mönnum sem voru algjörði sérfræðingar í filmunni en svo var þetta miklu meira að svona tölvu tengdu starfi. Þú veist, allar þessar græjur í bíóum í dag, það þarf alltaf að tala saman gegnum net eða þú veist, það bara LAN eða svona í sýningarklefanum og það var svolítið auðvelt fyrir mig að læra það allt, mér fannst það ógeðslega spennandi. Það var kannski ekki alveg jafn auðvelt fyrir þá sem eldri voru, svo það sé bara sagt, þannig að svo ég orðinn, svo þegar Bíó Paradís, þessi Regnboginn lokaði 2010 og þá nokkrum, þú veist, þá bara teknir inn í sýningastöður sem eru starfandi í öðrum bíóum líka. Ég var áfram í Smárabíó og Háskólabíó, en var líka í Bíó Paradís þarna frá 2010 og svo nokkur tveir úr saman bíónum og einn annar líka sem hafði verið með mér í Regnboga og það þetta 2010 þegar Bíó Paradís opna og þá filman að svona
svolítið hætta, hún að fjara út svolítið, og svo ekki fyrir, og að því að fyrstu vélarnar koma hérna til landsins 2006, þessi stafrænu sýningavélarnar, og síðan Bíóparadís Digital væðurinn ekki fyrir 2013 samt sem áður, og já, 2013, og þá með nýri tækni þá var líka hægt að fækka sýningastjórum, en ég enda í Bíóparadís sem tæknistjóri þessu, og eini tæknistjórum, það þurfti þá ekki lengur sýningastjóra á vakt, heldur var bara einn sem að sá þetta allt, og það þannig í dag að einn aðli getur bara græða fleiri hús heldur en það var ekki einu sinni einn í hvert hús endilega, það er að senda myndir milli húsa bara kennum ljósleiðara og allt það. En í bíó er verið að sýna DCP, Digital Cinema Package, sem bara sýningar eintak í bíó, og þá eiginlega erum við svona komin inn á þetta allt saman, að DCP sýningar eintak, það er að gera þau í tölvum með mjög sérhæfðum búnaði vissu leyti, algjörlega, en Mér langar aðeins nefnilega að því að mér finnst þetta ótrúlega áhugavert, að því ég er mikill áhugamaður bíó, og fyrir mig að fara í bíó svona ákveðin gæðastund, og að sjá bíómyndir í kvikmyndahúsi er náttúrulega bara eins og á að sjá sumar myndir, en það sem er líka kannski áhugavert við þessa frásögn er að þetta er svona eitt af því sem að hefur verið að gerast undanfarin ár, og tengist kannski inn á það sem við erum að fjalla í þessum þætti, að kemur einhver ný tækni, það er einhver færni og hæfni sem að fólk hafði, að vera sýningarstjórar í bíó og vinna með filmur og setja þetta saman og sýna með einhverjum vélbúnaði, vélbúnaði þá sem eru þá mótorar og ljós og perur og eitthvað, og allt í þessu skipt út fyrir stafræna tækni, tölvur, og eins og þú sagðir að þá fækkar sýningarstjórum, og þarna bara hverfur í raun og veru ákveðið handverk. Algjörlega. Og tölvan tekur við. Heldur betur. Og síðan náttúrulega það sem við kannski ætlum að tala næst er að það er þessi verkefni sem að þú hefur verið í kringum textavinnu, að texta bæði sjónvarpsefni og kvikmyndir. Já, nákvæmlega, og það er einmitt þess að segja, með DCP-inu í bíói, þar er maður að búa þessi DCP-sýningar til, og þetta varð Er DCP, er þetta svona, getur við sett, þetta sé eins og Waffhs og DFD, er það DCP staðall fyrir bíóin? Já, í rauninni, þetta er ekki ein skrá, heldur, þetta er rauninni pakki með hinu og þessu í, pakki með mynd, hljóði, texta og fleiru. Já. Og ég var strax, ég er svo einhverjur er eitthvað með það að þegar eitthvað nýtt kemur, mér finnst það svo spennandi. Ég þurfti náttúrulega bara að læra þetta allt strax, ekki að lesa mig til þetta og svona, og eitthvað svona þessar Hollywood-myndir, erlendar myndir koma bara til landsins á DCP, en stundum þurfti maður að búa til DCP-sýningareintökin, og ég mitt byrjaði að læra það með open source hugbúnaði, og fyrst þegar það byrjar þá það rosalega flókið og langt ferli að gera eina bíómynd, þurftir að hafa terabæta plássi á meðan þú varst að gera þetta, meðan þetta var að verða til. Og kannski svona fyrir hlustundur að þá kannski tökum við aðeins inn á að segja svona open source hugbúnaður er opin hugbúnaður, sem er þá aðgengilegur fyrir alla, og maður getur unnið með hann og breytt honum og gert hann að sínu, og það er mismunandi leyfi og ýmislegt, en þetta er raun og veru hugbúnaður sem er almennt opin öllum, og þarna þú að nota það í þessum tilgangi að vinna með hugmyndir. Já, nákvæmlega, og kannski að tala open source, ég líki svo oft saman við því að ég heyri stundum algengan misskilninga varðandi open source, að ef eitthvað er frítt að þá segja það endilega open source, sem er náttúrulega ekki raunin. Ég líki kannski ég seti svolítið það sama með tölvuforrit, eitthvað skona forrit, og þú með köku sem við búið að baka, bara rjómatertu eða eitthvað, þú veist. Hér erum við með forrit og hér erum við með köku, en þú veist kannski ekki uppskriftina af þessari köku. Bara má ég fá uppskriftina af kökunum, en gegn, nei, þetta er bara eitthvað sem þetta er bara leyniuppskriftin mín.
hann sama svolítið með þetta forrit hvernig það búið til og hvernig kóðarnir eru bak við það ef það eitthvað open source þá getur þetta fengið innan gæðslappa uppskriftina af þessu forriti eins og þú getur fengið uppskriftina af kökunni. Mér finnst það ágætt svona myndlíking en af því að ég var búin að setja mig svolítið mikið inn í þetta með þessi DSCP-sýningareindök þá voru framleiðendur svolítið farin að heyra í mér þegar ég voru í vandræðum, þurfti að skila kvikmyndum eitthvað og bara utan vinnu kannski, þú veist, bara ringi mig á kvöldin þegar ég var ekki einu sinni í vinnunni hjá Bíóparadís, bara heyrði getur hjálpað mér með DSCP, bara við skulum borga þig fyrir þetta og sendur ykkur bara reikning og eitthvað, þú veist, og þá var farið að gera svolítið það var farið að spyrjast út að ég var að ég gæti tekið að mér svona þjónustu, þannig ég stofnaði fyrirtæki bara í kringum þetta sem heitir Cinelab og búin að vera með það síðan 2018 svona í þeirri mynd og þar kemur þetta inn með DSCP-sýningar það þarf að texta þig tímasettin texta og svo það farið að ekstra þannig núna náttúrulega því að eins og við veitum bara með kvikmyndaheiminn að kvikmyndum sem slíkum eru kannski að fækka en á meðan sjónvarpsþáttaröðum að fjölga þannig að ég líka að texta efni bara sjónvarpsþætti íslenska sjónvarpsþætti sem fara beint í sjónvarp og ekkert að fara inn eitt í bíó þannig að ég bara svolítið á kafi líka í því stundum ég segi ekki að því að kannski alla daga en þeim búin hérna í vinnuna daginn og stundum bara kvöldið að fara í einhverja textun og svona þetta sem betur því sem þetta mjög skemmtilegt Já, maður einmitt ég setti nú einhvern pistilinn á Facebook fyrir rúmu held ég árið síðan með vídeoleigur að það orðið svo mikil ofgnótt af framboði af sjónvarpsefni á þessum veitum sem maður með aðgang að Já. Og ég sagði ég sakna kannski ekki endilega vídeospólunar sem einhverju efnislegu inntæki VFS-spólunar eða einhver slíkur en ég sakna svolítið þessar viðburðar eða að fara út á vídeolegu og velja sér mynd og þá er maður búin að ákveða að ég að fara heim og horfa á þessa mynd og það var svona bara ákvörðun það var bara línuleg dagskrá eða þessar ein ný og ein gömul Nákvæmlega og ég var svona öðruvísi neistlamanns á efni því að núna ef maður byrjar að horfa einhvern þátt og þá bara hættir maður ef hann ekki skemmtilegur sem maður kannski kemur inn á það að athyglis spönn manns við sjónvarpsefni alltaf að minnka það svona, finnst mér gaman að fara í bíó vegna þess að þá tollir maður yfir hilli mynd Já, algjörlega En já, þetta var nú bara svona að koma inn í þetta en þessi textun, þetta mjög áhugavert og vegna þess að það bara skiptir miklu máli að því að á einhverjum tímapunkti ákveðu Íslendingar að fara ekki sömu leið og aðrar þjóðir að vera að talsetja kvikmyndir Já, þetta eru ákveðna þetta ekkert, ég get nú ekki sagt að ég veit nákvæmlega hversu marga þjóður þetta náttúrulega Spánn og Þýskaland og Ítalía og ég var ekki Frakkandi líka Ég held að Frakkland gera eitthvað þessu, en ég er ekki viss. Nei, nákvæmlega, en þetta eru svona ákveðna þjóðir sem að að döppa leikið efni, leiknar kvikmyndir og svoleiðis og það kannski svona rétt aðeins fyrir mig bara ef fólk hefur eitthvað náhuga að heyra það með ferli með þetta hvernig þetta búið að vera að því við erum að fara að tala gervigreind heldur betur. Ágætt aðeins að tala samt hvernig þetta án gervigreindar. Já, og ég held nefnilega kannski að hlustendur á þessum þætti séu svona fólk sem kannski grúskarar og langar þetta að heyra aðeins hvernig hlutinir virka og hafa virkað því að það það sem við hefðum áhuga held ég að hlusta á og það snýst kannski þessi þáttagerð að tala við áhugavert fólk og kynnast því svona hvað það hefur verið að gera og tengja það síðan inn í þessa tækniþróun þannig að bara endilega farðu aðeins yfir það. Já, ég núna að þjónusta dreifingaraðila á Íslandi varðandi það að koma myndum, meira indie-myndum það eiginlega ekki boðið að gera þetta fyrir Hollywood-myndir, en svona margar indie-myndir sem eru að koma til landsins þær koma fyrst til mín ég tek á móti þessu DSCP-sýningar ekki að utan það náttúrulega ekkert með íslensku textaði en einu svoleiðis en með þessu koma handrit, það eru vörðskjöl sem eru með inn- og út tímakóða og svoleiðis og og ég býð til úr þessu DSCP-sýningar ekki bara skrínir fyrir þýðanda og skrínir bara basically low-res útgáfa eða kvikmyndin í lágri upplausn og ég enda með ekki á
skýnir bara nafn þýðanda, þú veist bara í myndinni, því að þá þetta ekkert að leka þaðan endilega. Akkúrat. Og sem maður kallaði vassmerki á. Og þýðandinn verður sín og þýðir yfir á íslensku og ég fæ þetta allt saman tilbaka og svona og til bara það að þýða kvikmynd, þú getur ekki bara gert það eftir einhverju vörðskjali, þú verður að vita hvað í gangi í kvikmyndinu hvernig þú ætlar að þýða efnið. Já. En svo verður þetta að nýju DCP-sýningar enda ekki með íslenskum texta og fer í bíó á Íslandi. Já, þýðingar eru ótrúlega kannski held ég bara frábært viðfangsefni í fyrsta þættinu vegna þess að þessi tækni sem við erum að fjalla og kannski grunnurinn að þessum gervigreinda módelum sem við erum að vinna í dag eru nátengdar einmitt þýðingum. Já. Og að því að menn hafa lengi verið að vinna í vélþýðingum og nota tölvur til þess að þýða. Já. En mér finnst líka kannski skemmtilegt að minna á nefnilega afar áhugaverða íslenska heimildamynd sem heitir ég minnir hann heitir Ég einfaldur maður, ég heiti Gleb. Já. Sem var rússneskan strætóbílstjóra Gleb Terekin sem að sendi bréf á einhvern veginn fær hann veður á því í Rússlandi að það sé kvennalisti á Íslandi. Já. Hann miskilur þetta eitthvað hvert eðli og tilgangur þess að kvennalista sé vegna þess að hann fer að skrifa bréf á íslensku í vonum að eignast konu. Já. Og hann þýðir bréfin sín, eða skrifar bréfin sín með hjálp, ég held að hafi verið rússnesk-ensk og síðan ensk-dönsk og svo dönsk-íslensk. Þannig að þetta bréfin hans alveg stórkostleg vegna þess að þau eru eins og algjör útgáfa af Google Translate. Já, talandi þetta frasa Lost in Translation. Akkurat Lost in Translation, en þetta maðurinn að gera þarna bara upp úr 1990 byrjar hann að hugsa sér hvað hann hefur þurft að hafa mikið fyrir þessu verki. Já. En í dag nú raunin aðeins önnur og kannski áhugavert að fara inn á það núna hvernig unnið með tal og texta með þessari gervigreindatækni. Já, nákvæmlega og eflaust það sem að hlustendur þess þáttur eru að bíða eftir, þannig nú held ég að fara að detti það að tala einmitt gervigreindina. Ég prófaði það í fyrra að það voru 4 kvikmyndir sem að ég hafa með og ég prófaði að láta gervigreind þýða í staðinn fyrir að þýðandi myndi gera, eða þú veist, bara til að sjá hvernig það kemur út. Já. Og það eitt með það að þýða úr einhverju tungumáli yfir á íslensku eða þýða úr íslensku yfir á þetta sama tungumál, bara eins og til þess segjum bara ef myndin hefði verið á ensku, að þýða ensku yfir í íslensku miklu flóknara heldur en að þýða íslensku yfir á ensku með sömu tækninni. Já, og maður sé þetta einmitt ef maður að nota Google Translate eða eitthvað slíkt að þýðing yfir á ensku miklu betri heldur en hinn átti. Já, við erum með svo mikið að kynjuðu tali í íslensku. Þú veist, ég svöng, ég svangur, nema á ensku, I'm hungry. Það segja bara allir I'm hungry til dæmis. Og með þess að Norðurlöndin eins og Noregur, ég sulten, það bara sama hvort þú veit, sama hver það sem að segja þetta, en íslenska ekki svona. En aðferðin sem ég var að prófa þetta með náttúrulega þannig í fyrra sú aðferð vissi ekkert annað en textan að það var ekkert gervigrindin vissi ekki neitt hvað var í gangi í myndinni, heldur var bara þessi texti. Já, þarna hefur þú endalega verið með einhvers konar vélnámsgervigreind sem að horfa eingöngu á þá textan, hún ekki að skilja í raun og veru inntakið í textanum eða það sem við köllum þetta natural language processing eða þessi djúp þjálfuðu tauganett sem að GPT virkar á sem að í raun og veru getur greint tilfinningar og í raun og veru skilið textan. Þetta meira þessi hefðbundna machine learning eða vélnám þar sem að orð eru þýdd eins og bara nánast upp úr orðabók. Já.
og kannski ágætt að nefna líka með svona vélþýðingar og þetta að ég mjög upptekinn af öllu, allt sem tengist sko, allt sem ég að nota og vinna með þarf að vera open source því ég vil geta gert þetta á tölvu hjá mér án þess að hún sé eitthvað háð einhverju interneti. Já. Þú veist að því að það líka heitt sem bara kannski mun flækja mánur meira bara með allt í rauninni þegar þú ert að nota gerðin hvert efnið að fara á svona, þannig að mín krafa í þessu náttúrulega það að þetta sé að gerast á tölvunni hjá mér og það sem ekki á tölvunni geti verið netlaus, hún þurfi ekki á neinni utanaðkomandi aðstoð að halda. En ég þurfti náttúrulega að láta samt þýðanda fara yfir þessar 4 myndir. Já. Og af því að þýðingin var fín. Þýðingin sem slík var alveg fín, bara eðlileg orð og alltaf, eða pössuðu bara ekki við það sem var að gerast í myndinni. Já, akkurat. Að mörgu leyti, eins og til dæmis bara þú þegar þú ert að þýða kvikmynd, þegar þú sérð hvað er í gangi og svo hvernig þýðingin ef að aðlis bara mjög reiður þess að þegar hann að segja eitthvað hlut, þá bara þýður kannski setningun öðruvísi heldur en ef þetta sagt bara við eitthvað gott, skemmtilegt tilefni. Já, það er að þýða samhengið líka og það er kannski munurinn á góðum þýðingum og slæmum þýðingum, að góðu þýðandi næra að einhvern veginn að túlka samhengi og koma því í íslenskan orðaforða sem að passar við þann atburð sem að gerast í kvikmyndinni. Já, nákvæmlega. Ég hef þess að verið að skoða þessu svona til viðbótar og í rauninni ekkert endilega þess að gera neitt meira með þetta, heldur bara mér hefði gaman að grúska og prófa. Eins og segi, þetta þarf að gerast á minni einn tölvu án þess að hún þurfi internetsamband, að ég að skoða fleiri tól, open source tól sem að geta meira vitað hvað að gerast í kvikmyndinni, eins og það svo tölum aðeins bara eftirlitsmyndavélakerfi til dæmis. Já. Mörgum svona eftirlitsmyndavélakerfum sem í verslunum, það gervigreindar fítus í því til þess að detekta það bara til dæmis hvort að manneskja í búð sér líklegt til þess að fara að stela. Bara hvernig bótilengu sér á manneskju, ég kann ekki að útskýra hvernig þú getur séð á manneskju og náttúrulega fara að stela úr búð, en það eru tól sem getur detekta bara þessi að sýna svona og svona einkenni, þá þarf að fylgjast betur með þessari manneskju, ekki það ég held að sé ekki mikið leyfi komið fyrir það að nota þetta endilega, en mörg eftirlitsmyndavélakerfi eru með þetta. Og þessi tól nefnilega bara open source að bara aðgengileg að maður getur notað eitthvað annað og þá farið við að hugsa, ég ætla bara að nota þetta meira til að detekta bara body language í kvikmynd. Já, ok. Hvernig manneskjan þegar hún að segja hlutinn og svona, þannig að það fari meira með í þýðinguna samhengi. Og það kannski bara ágætt að koma inn á að akkurat að vinnsla myndefnis eða þá hreyfimynda, vídeo og annað hefur verið alveg gríðarlega hröð þróun í og hvet svona áhuga sama til að kynna sér verk og vinnu sem að Fei Fei Li hefur unnið að og hún að vinna að mjög stóru verkefni núna sem að akkurat snýst það að láta tölvur horfa á vídeo og svona image processing og video processing en það er mjög áhugavert eins og það er náttúrulega alveg efni í heilan þátt að fjalla þessar eftirlitsmyndavélar og að því að maður kannski átt að segja á því og kannski hlustendur þurfa að skilja að allt sem fjallar persónuvernd og annars slíkt, það orðin einhver svona luxus vegna þess að við erum nánast sífellt í mynd hvar sem við erum. Já. En það er þessi tækni sem að kannski verður til út af öryggisráðstöfunum og eftirlitsmálum sem er verið að nota í þessum kvikmyndaverkefnum og sjónvarpsþáttum sem að þú ert að fjalla að það er ekki nóg með að það sé verið að hlusta lengur á talið, heldur er verið að horfa horfir þessi gervigreinda verkfæri á kvikmyndina. Já, og einmitt líka þetta með að ekki bara hlusta talið heldur horfa, það sem ef þetta á að vera vel gert varðandi að þýða yfir á íslensku út af öllu kynjuðu tali og þarf gervigreinda getur detektað hver er að tala, eða þú veist hvort þessi kona eða karl eða þú veist náttúrulega bara hán eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað kyn, já. Já, eitthvað kyn bara. Þá þarf að vera það þarf að fara með eitthvað í þýðinguna að þessi kona sem er að segja þetta eða karlmaður eða eitthvað svo við höfum þetta kynjaða tal
réttar, eða rétt. Já, og þetta náttúrulega bara, mjög áhugaverð umræða vegna þess að eins og í upphafi þegar það var verið að búa til þessa, kannski svona eflaust þekkja flestir, þó ég sé ekki á Snapchat, þá var ég einhvern tímann á Snapchat að þú kannski gerð svona filter og sem fann andlitaður, en þetta náttúrulega var í upphafi og þetta er kannski bara mjög gott dæmi til aðeins að fara inn á svona þessa sko hlutregni reikniritana að all þessi módel eru þjálfuð á einhverju gögnum og það kom í ljós og það var mjög flott vísindakona minni mig sem var sem sagt af afrískum uppruna, hún var þeldökk, að þessi módel voru ekki að greina andlit, þau voru mjög flinka að greina andlit á hvítum meðaldra fólki, sko. En hjá öðrum þjóðfélagshópum og þjóðabrótum þá var þetta mun erfiðara og þetta er náttúrulega bara, og svo þegar við förum að tala um þessa kynjuðu umræðu og annað, þá náttúrulega skiptir þetta rosalega miklu máli að reikniritinn séu, að það sé einhver svona með siðferðis áttavitan að vinna þessu. Mér finnst mjög nefnilega bara ótrúlega gaman að hlusta á þig hvað þú svona virðist vera með á nótunum hvað þetta varðar, þessar litlu hluti vegna þess að svona þetta fjölbreytilega samfélag sem við búum í dag, að við erum náttúrulega með söguleg gögn sem eru náttúrulega mjög einsleitt. Þannig að þetta er alveg ótrúlega áhugaverð umræða og raun og veru mjög stór umræða sem áttir að vera hérna á komandi misserum eftir því sem að þessi tækni verður innleidd á fleiri stöðum. Já, nákvæmlega. En segðu mér aðeins bara frá nú ertu að taka bíómyndir og segjum bara sem svo að þú fáir eitthvað verkefni og þú ert með myndrás, eða sem þú ert með vídeórásin og svo ertu með hljóðrás og þú notar þá einhver verkfæri til þess að texta þetta og kannski bara ferða aðeins svona yfir ferlið bara svona í svona aðeins að fjallu kannski bara svona hvaða verkfæri þú ert að nota. Ég er búin að sjá þetta aðeins í öðru og þetta er alveg ótrúlega magnað að aðeins svona fara yfir ferlið þannig að hlustundur kannski átti sig á því hvað er hægt að gera. Já, nákvæmlega, sko erum rosalega mikið að texta íslenskt efni bara fyrir framleiðendur og ég nota ekki gervigreind í það punktur, þú veist, það er að ég vil bara frekar gera það vel, eða þú veist, hljómar er svo hitt sér ekki nógu vel gert, en ég meira gervigreindin hljómar er betri í þýðingar og svoleiðis af ykkur sem þegar er til en þeir eru að vera að búa til af myndinni í fyrsta skipti eitthvað, þá líður mér bara betur með að gera þetta sjálfur og líka það og það hefur alltaf verið þannig hjá mér og verður áfram að ég vinn þetta efni í tölvum sem hafi gengið á internetinu. Ég veit þetta hljómar ykkur paranoia en þeir eru að vinna með eitthvað efni fyrir framleiðendur. Það er bara tölvunir eiga ekki að hafa aðgang á interneti á meðan maður er að vinna. Ég ætla ekki að lendi því að eitthvað verið hakkað og eitthvað svo leiðis en það hefur það ekki gerst því að ég er paranoid, vil bara passa upp á þetta. En ég held að þetta sé nú bara svona ákveðin svona, bara sína ákveðna ábyrgð og sömuleiðis líka að þegar þú ert að gera þetta án þessarar tauganeta og internettengingar og ert að nýta þína þekkingu að þá náttúrulega líka búa til ný gögn sem kannski verða þetta að nýta síðar í verkfæri sem að þú getur keyrt á þinni vél. Já, nákvæmlega og eins og segja þetta öll gervigreind hjá mér fyrir þetta og eitthvað svona kvikmyndatengt þetta miðast alltaf við það að tölvan hafa ekki eitthvað aðgang á internetinu. Ef að tól segir að nota þeir myndi krefast þess að ég þurfa að hafa aðgang á internetinu þá vil ég ekki nota það í þetta. Þannig að sem er bara mjög áhugavert og í raun og veru eins og við höfum rætt hérna frammi og talað um að þessi módel og þessi tól sem að maður getur keyrt jafnvel bara á fartölvum er að verða sífellt öflugri og meðal annars þessi nýju DeepSeek kínversku módel sem hægt er að fá í alls konar útgáfum eru rosalega öflug í að vinna bara á þeim vélbúnaði sem að svona nútíma fartölvur ráða bara nokkuð vel við. Já, ég myndi kannski segja líka með þetta eins og með DeepSeek að þetta áraðtöld ekki neyðin kennir naktir í konu að spinna
kannski svolítið við Kína og DeepSeek því að náttúrulega Bandaríkin hafa alveg beitt viðskipta þvingunum á Kína og fleiri, þannig Kína hefur kannski ekki alltaf verið með bara, ég held bara, ég verið að tala eitthvað sem ég veit ekki nógu mikið en samt sem áður, Kína ekki með sama, hefur ekki úr sömu vélbúnaði getur ekki vunnið með sama vélbúnaði eins og til dæmis Bandaríkin og eitthvað út af einhverjum örflugum eða hvernig þessi það þú kannski veist bara meira að segja betur það heldur en ég. Við kannski förum aðeins inn á það en það sem ég kannski langar bara að hnýta út með að því að mér finnst bara í raun og hrósaður fyrir þessa vinnu sem þú ert að vinna í og þessa nálgur sem þú ert með því að þetta held ég bara svona rosalega gott dæmi ábyrga nýtingu á þessari tækni og að því þú ert líka bara á fullu að kynna þér nýjustu lausnir og náttúrulega pröfa þig áfram með það sem nettengt óháð þessari vinnu en heldur þá greinilega bara með sterkar svona hvað maður segja, sterk gildi ábyrgð gagnvart því verki sem þau eru falið og náttúrulega bara einhverju leyti má segja að þú sést svona í framlínu líka íslenskra máltækni sem að náttúrulega skiptir okkur sem bara þjóð gríðarlega miklu máli að þessi tækni muni geta þjónað íslenskunni og verði og málið okkar verði ekki mengað af vegna þess að við séum sífellt að nýta okkur erlenda lausnir í tæknimálum og mér langar kannski svona áður við förum kannski örlítið inn á einmitt DeepSeek og alþjóðamálin sem mér langar líka aðeins að spjalla við þig að bara tala aðeins almannarómur sem í raun og veru ótrúlega, það nefnilega bara virkilega flott verkefni sem hafa verið keyrð af hinu opinbera og það kannski þá almannarómur og svo klarin.is að það búið að eyða eða nota mikið af fjármagni og orku og mikið af ótrúlega flottu fólki sem búið að vinna í íslenskri máltækni og þetta held ég nefnilega sé ótrúlega farsælt grunnur sem við höfum til að vinna með áfram í þessari tækni og eins og okkur langar að gera við leikum okkur eitt seinnipart á föstudegi og byggum til einfalt svona forrit sem að keyrir á vélinni hjá mér sem að tekur bara rödd og tal og breytir í texta og við ætlum jafnvel að pröfa það á þessu hlaðvarpi að draga það saman í texta og maður sér það eins og á vettvangi eins og háskóla sem mikið af fyrirlestrum og svona viðburðum þar sem eru til upptökur af að við erum alltaf orðin svolítið vön því að fá hlutina mataða ofan í okkur að fá samantektir og annað en síðan náttúrulega kannski þetta segja líka frá miðeind að miðeind eru með svona töflu eða svona skortöflu yfir hvernig þessi mállíkön eru að standa sig í íslensku. Ég er ekki búin að sjá það, en þú ert að segja mér eftir þar. Ég skrifaði neitt hjá held ég man ekki hvort ég hef sett á bloggið hjá mér eða eitthvað, en það er bara virkilega flott að það séu margir að láta svona til sín taka í þessu, en þá skulum við fara aðeins inn á, ég ætla að reyna að opna þetta stigaborð hjá miðeind, en kannski þú talar á meðan kannski aðeins bara hvernig þú ert að upplifa þetta DeepSeek. Já, kannski klárum kannski aðeins að þú myndist að þessu almannarómir og tólin sem eru þar. Að við fáum alveg reglulega beiðinir hingað inn á þjónustu borðið hjá okkur í Háskólanum á Akureyri með rannsakendur búin að taka upp viðtöl á diktafóna eða eitthvað og oft mjög viðkvæm málefni og fólki væri nú samtalið til í að geta einmitt látið þessa íslensku transkribast yfir í texta. Alla lausnir sem eru til akkurat núna krefjast alltaf þess að það eru að hlaða þessu eitthvað upp. Það er bara opnar eitthvað vefsíðu og tekur upptökuna og leiðurinni þarna inn og þá kemur texti.
En mér finnst alveg fínt að sko svona rannsakendur hérna í háskólasamfélagi séu líka meðvitaðir að nota ekki bara eitthvað, að gera bara eitthvað með þetta og hlaða ykkur upp hvað sem er. Þannig að eins og þetta sem við erum báður búin að vera að skoða með að breyta talaðir íslensku í texta. Það allt þetta geta gert þetta á sin eigin tölvu eða allavega þá kannski netþjóni hjá stofnun eða eitthvað en mér líst miklu betur á það heldur en endilega að vera að hlaða þessu eitthvað upp því að maður veit aldrei þú veist, það er alltaf nýtast þér sem er alveg sama hvert þetta hlaðvarp væri til þess að í eitthvað transkræp af því að þetta væri að opinbert hvað sem er. Akkurat. Það er bara fólk að fara að hlusta á þetta á Spotify og einhverju. Þá skiptir einhver á máli hvar þetta er endilega hvernig þetta hlaðvarp verður af texta. En ef þetta verður viðtalum út af einhverju rannsókn að ræða mikilvæg viðkvæm málefni og þurfti bara að nota nafnlaust í einhverju rannsóknum að hleyðum að þau ekki upp bara hver sem er. Nei. Þannig þess vegna er frábært með almannaróm að þessi tól séu aðgengileg þar að ég myndi halda það sér líklega að það er búið að þjálfa þetta svo vel. Þetta er örugglega bestast sem að er væntanlega boðið fyrir að koma talaðir í íslensku í texta. Án þess að ég er að skoða þetta, ég er með þessi tóli í skoðun núna, en ég er ekki komin með alveg flóið í að geta komið öllum þessum tólum sem ég er að skoða saman í eitt. Þannig að það sé svona eitt prósess sem að gerir allt sem að ég vil að gerist. Akkurat, og við ætlum að halda áfram í þessum tilraunum okkar að sjá hvað við getum gert. En það kannski, að því að DeepSeek hefur verið svona á allra vörum undanfarið og maður svona tekur eftir og ég hef svona tekið eftir ég frá því í haust að því að þegar ég byrjaði í raun og grúska í þessari tækni og þannig bara í nóvember 22 og fyrir svona í raun og bara strax þá að kafa djúpt í þetta að þá var náttúrulega íslensku kunnáttan alveg arfarslög. Þetta er svo stuttu tími síðan að GPT 3.5 var alveg hræðilegt í íslensku en það var samt strax kynnt að það væri samstarf við íslensk stjórnvöld að venda málið og það hefur heldur betur skilað árangri og ég nú með stigaborðið frá miðind sem er nú ekki búið að uppfæra með nýja DeepSeek módelinu en það væntanlega bara verið að gera einhverjar prófanir á því núna en núna er O1 frá OpenAI það er trónir á toppnum og Claude 3.5 Sonnet er þar fast á hæla og síðan eru svona þessi stóru módel að nálgast að þéttast svona þarna uppi en eitt sem maður hefur tekið eftir er að þessi open source módel og þessi mini módel og þessi DeepSeek það sem ég hef verið að pröfa á vélinni minni heima sem farað upp í 32 biljón parametra módel sem er nokkuð stórt módel og maður það er svona öflugan velbúna til að keyra að þar verðast þeir svona sleppa því að nota mikið af íslenskum gögnum í þjálfun en maður myndi vilja sjá verkefni og vegna þess að við virðumst hafa aðföngin til staðar til þess að þjálfa eða fínstilla, fine-tuna eða hvernig svona þetta er margar aðferðir til þess að vinna með þessi open source módel að fá í raun og veru aðgang að módelum sem eru þá nógu lítil til að keyra svona á nútíma fartölvum og heimilistölvum og man alltaf sá að Nvidia sem er náttúrulega fyrirtæki sem er svolítið svona búið að vera að leiða þessa ennan vélbúnað með þessum kubbum sínum sem eru uppalega ætlaði til grafískra vinnslu að hversu öflugt það er að verða og það sem var kynnt núna bara í byrjun janúar að nýju kortin frá þeim og nýju fartölurnar sem er að koma með að þau geta verið að keyra rosalega öflug lokal módel og fjölhæf módel og það er kannski svona eitt sem að manni finnst stundum vanta inn í þessa umræðu svolítið þessa tækni er hversu almenn hún er að því að hér erum við að tala rosalega flotta nýtingu og þú einhvern veginn framlínu íslenskrar máltækni og vernd íslenskunnar sem er
frábært, en svo erum við líka með vísindamenn sem að vinna með gríðarlega stór gagnasöfn og síðan ég að elda einhvern hafragraut sem að ég notaði OpenAI til að mastera uppskriftina mína og síðan þessi fjölhæfni að geta tekið við myndböndum, tali og texta að hvernig við tjáum okkur við þetta og hvernig við gefum þessu upplýsingar er alltaf að þróast og það er alveg langt held ég í það að við komumst að því hvaða notkunarmöguleikar felast bara í þeirri tækni sem er í boði núna. Já, með gervigreind almennt í heiminum núna, við erum bara á einhverju svona ferðalagi. Það veit enginn alveg, það er allir að prófa eitthvað bara. Ég upplifa það ekki að það sé neitt svona komið, það er ekkert búið að meitla neitt í stein. Það veit enginn alveg hvert við erum að fara. En mörg tól sem eru farin að hjálpa gríðarlega mikið og svona einfalda þessi svona, hvað sem er leiðilegu vinnun eða leiðilegu hlutin af vinnu af einmitt að vera kannski að hlusta á eitthvað fyrirlesur þurfa að pikka hann inn á leikrabörð. Þú veist að við erum þetta bara fá það sirka bát í lagi yfir í texta. Og svona þá erum við svona einhvern veginn með, ég upplifði þetta þannig að maður þarf bara að vera og allir, líka fólk sem bara er starfandi í háskólasamfélagi, að þurfa allir bara að vera svolítið á tánum, það er svona svolítið eins og það er verið að bjóða minni far, það er bíll búin að stoppa og hei, viltu koma með okkur? Bara nei, ég vil bara ekki sjá þetta. Þá ertu bara að missa af, þá bara, herri, nú þarf ég að labba, þú veist, þá, ef maður ætlar ekki að setja sig inn í þessi mál, þá missa maður af, þannig að allavega, ég mæla allavega ekki með það neitt svona auðvitað að vera, það er alveg ákveðin hópur og fólk sem er reyna í þess að móti þessu öllu saman. Já. Ég er svona alltaf að taka undir þessa myndlíkingu hjá þér og að því ég hef verið að lýsa mér finnst það búið að taka alveg ofboðslega vel á móti mér í þessum háskóla og bara virkilega gaman að kynnast þessari starfsemi og sjá svona hvað er raun og veru svona mikil metnaður í þessum háskóla á Akureyri og ég held að mikilvægi hans bara fyrir þetta svæði sé gríðarlegt og raun og veru fyrir þá landsbyggðina að því þetta er engin landsbyggða háskóli, þetta er náttúrulega bara háskóli. Já. Og hefur ákveðna sérstöðu og rosalega spennandi verkefni í tengslu við norðurslóðir og svo eru bara inn á fræðasviðunum ótrúlega mikið af flottu fólki og akademíkurum og rannsókurum sem eru framalega á sínu sviði. En það náttúrulega þannig að eins og við erum lítil þjóð og höfum kannski svona mannauðurinn okkar er ofboðslega dýrmætur og það sem að mér finnst svona skipta svolítið máli er að bæði við sem erum að styðja starfsemi þessara rannsókna sviða og fræðasviða að við séum einhvern veginn að reyna að efla þau og styðja við að tileinka sér notkun á þessari tækni og ég segi mér finnst þeirra hlutverk er svolítið líka að hafa viðnám. Alveg eins og þú ert að gera með það að segja ég set ekkert inn á interneti sem ég er að þýða ákveðin, þegar þú ert með ákveðin verkefni sem bara eru þess eðlis að þú átt ekki að vera að nota þetta og það er bara svona, held ég sé ótrúlega flott stefna í svona ábyrgri notkun en hins vegar þá held ég að og ég kannski svona aðeins beinskeyttari með það, ég tala að gervigreind er svona eins og eftirköstin af loftstein sem hafa lent og það sé svona flóðbylgja að ganga yfir heiminn og það er ekki í boði að hafna því að stíga upp í einhvern bát þú verður bara að reyna að stíga þessu öldu vegna þess að annars gengur nú bara yfir þig og þetta náttúrulega bara svona ákveðin óþægindi og eins og ég hef sagt í pistlunum mínum og þegar ég verið að tala þessa tækni að þetta verður alls ekkert þægilegt og þó að þetta sé alveg ótrúlega spennandi og gaman oft að vera grúska með þetta og svona þá kannski átta maður sig á svona stærra samhenginu bara varðandi áhrif á fjöldamörg störf og
líka bara allt frá einstaklingum upp til samfélagsins, að einstaklingar sem hafa kannski eða notað megin part ævinnar til þess að öðlast einhverja hæfni og færni og þekkingu sem skyndilega bara orðin aðgengileg öllum með einföldum samtali við gervigreind. Já, nákvæmlega. Mér fannst ekki líka ef að svona áður fyrr, ef fólk var í innan gæsalappa einhvers konar úreldum störfum sem eru þannig séð ekki þörfa lengur, þá svona, hann á nú bara 7 ár eftir þú veist, að leiða honum bara að klára þess og fer hann eftirlegin og svo bara verður ekki ráðið í þetta starf aftur eða eitthvað. Það var kannski þá svona þegar störf voru að deyja með bara myndi kynslóða, en það er allt svo margt að breytast bara milli ára núna, einhvern veginn. Það er ekkert eitthvað bara, ef þú varst einhvern veginn að vinna í að skrifa upp eftir texta eitthvað, læknarítar eða eitthvað, það er ekkert bara þá við erum nú með gervigreindinu með orkinu og þú mátt vera í 30 ári viðbúið að gera þetta, þú veist, núna er bara allir alltaf að aðlaga sig að nýrri tækni. Já, og við náttúrulega höfum bara séð og maður horfir oft, maður er með svo einkennilega svona tímavit eða svona, hvernig maður upplifir tíma að ef maður horfir á einstaklingar sem fæddust eins og bara mamma mín og pabbi sem fæðast þarna 47 og 48 að maður myndi skoða hvaða störf hafa tekið einhver svona grundvallar breytingum að jafnvel horfið á þessum tíma, það er náttúrulega ofboðslegu fjöldi. Já. En það sem kannski maður hefur tekið eftir líka að tölvan sem að hefur svona innreið sína inn í mannlegt samfélag hérna upp úr 1980 og ég svona, hef verið að reyna að stilla einhvern svona til að reyna að festa einhvern svona pínu einhvern svona tímapunkta sem tölvan bara svona, já, ok, nú er þetta orðið alvöru verkfæri inn á skrifstofum og ég náttúrulega ákvað það, því þetta er svona huglægur mælikvarði að það væri þegar Excel var gefið út, töflureiknirinn kemur, að það náttúrulega breytti bara starfsemi flestra fyrirtækja og síðan þá hefur bara þeim fjölgað ótrúlega hratt sem að vinna í raun og veru stóran hluta vinnudagsins fyrir framan tölvu og fyrir framan skjá. Já, nákvæmlega. Og ég er ekkert endilega viss um það að það hafi verið neitt sérstaklega svona farsæl þróun fyrir okkur sem mannskepnu, Nei, kannski ekki, en að sama skapi með tækni, þá er hún að gera það að verkum að allt okkar líf verður miklu meira svona einstaklingsmiðara að bara, þess að þeirra er þetta að fara mjög langt aftur í tíman, bara prentvélin Gutenberg, já. Þú veist, það er, hvað er þetta, 1400 eða eitthvað, þú veist, 1430, 40 eða eitthvað, þú veist. Ég man bara þessa sögu. Einhvern tíman á 15. öldinni. Já, segjum að allavega þannig, þegar þann tíma, áður en hann Gutenberg finnur upp prentvélina, þá er náttúrulega bara einhverju sem vinna við það að handskrifa bækur. Já. Og það var alveg steist á móti ef ég allavega, svona þegar maður er að reyna að grúska í svona hvernig fortíðin var, þá var heldur betur steist á móti þessu hvað á allt í að fara bara að drepa þessa stéttina okkar sem erum, ég veit ekki svona hvað heitir að vera svona handskrifari, var það starfstítill? Ég veit það ekki, en það var alveg pottið, það var steist á móti þessu, en á sama skapi þegar þessi prentvél kemur, hún tekur út einhver störf sem að voru, en bækur eru þá bara miklu ódýrari fyrir vikið og fleiri fengu aðgang að því að geta lesið. Það fór meira við á, ég held að þessi enginn sem myndi eitthvað streitast á móti því núna í dag að fólk fengi að lesa bækur sem dæmi. Og það er að taka svo rosalega mörg dæmi, ég hef ekkert sérstaklega að skoða það hvernig þetta er þegar að vera að skipta ritvélunum út fyrir tölvur, en mér finnst alveg mjög líklegt að einhver staðar hafa einhver á skrínu skrif bara nei, ég sko ekki að fara tölvu, þetta er mín, ég bara, þetta virkar fínt eins og þetta er núna. Einhver myndi alltaf að mæta með ritvél hingað inn á skrifstofu í háskóla og það er bara ekkert valkostur í dag, þú bara vinnur á tölvu eða getur ekki unnið starfið. Og við getum held endalaust áfram með eitthvað svona að einu sinni þegar að vera að selja tónlist á geisladiskum, þá bara fólk út í plötubúð að keypti sér geisladisk með einhverju. Það er skífuna eða japis? Já, vissulega stemming, svona eins og með vídeoleguna, en svo kemur Spotify til sögunar
og meira þess að fyrir tíma Spotify áður en þetta var komið í einhverju streymisveitir, það var samt verið að öldri fyrir það að fólk verið að skrifa diska, þú veist bara, það er verið að skrifa afritunarvörn á diskinn svo þetta sé ekki skrifað og nema fyrir notandan, þetta verður til þess kannski, ég hugsa meira núna Spotify í dag eins og útastöð, þetta er bara útastöðin sem þín sem að er svona hnitmiðuð af þér, þú getur valið lögin, en maður fara ekkert endilega að hugsa þetta eins og plötubúð eða eitthvað, þú veist, þetta er meira bara svona útastöðin þín, Spotify og dagblöð til dæmis, mér fannst reyndar alveg bara þangað til að fréttablaðið þetta komin lúna, mér fannst alveg notalegt að taka bara fréttablaðið og fletta því, þú veist, yfir kaffibollanum, en, þú veist, ég fór ekkert eitthvað að ská mig áskipta einhverjum öðrum blöðum að því að fréttablaðið þetta komin, nú bara maður bara öðru, maður með iPadin heima og lesa fréttir yfir kaffibollanum, þannig, þú veist, sko, tónlistin, það er nýtmiðir að fólki, dagblöð, fjölmiðla, nýtmiðir sjónvarpið til dæmis, sko sjónvarpið stjórnar því ekki núna hvenær þú ætlar að setjast niður og horfa á eitthvað, þú stjórnar því og þetta er bara einhvern veginn endalaust svona og sama með það náttúrulega bara þess að gervigreind og nám líka, að ég held að gervigreind eigi að hjálpa gríðarlega mikið við það bara í mjög náinni framtíð, bara jafnvel þessu árið eða næsta árið eitthvað, nám getur verið miklu einstakismiðara. Já, og ég held að þessi bara alveg ótrúlega margt rétt í þessu sem við tala og svona en að sama skapi þá held ég að það séu ákveðnar svona áskoranir sem að fylgja þessu og eins og kannski, ég veit ekki hvað það enska, kannski er ekki algjörlega svona getið snaraði yfir á íslensku í kvelli en að það sem við tala svona ignorance is bliss, að því að við náttúrulega búum í svona samfélagi og það væri ofta einhvern veginn ef maður myndi bara stilla upp einhverju svona einföldu samfélagi, þú veist, og maður alltaf sér þetta fólk eins og Amish fólk og alltaf líka frumbyggja fólk sem að, þú veist, býr á norðurslóðum og alltaf líka bara í Afríku og Suður-Ameríku og víðar það sem eru en þá svona ættbálka menning að þetta fólk er ekkit endilega sko, þetta er náttúrulega alls ekkit verra fólk heldur en við og það kannski bara er í annari samfélagsmynd og við erum svona kannski svolítið upptekin í þessum vestrænu gildum okkar og vestrænu menningu og vestræna menningarfinum að það sé einhver svona hvernig við mælum annað og án þess að fara einhver svona hættulegt svæði að fjalla alþjóðastjórnmáli, alþjóðapólitík sem að maður hefur takmarkaðan skilning á og þá náttúrulega kemur þetta inn á þessa spennu sem að ríkir á milli austurs og vesturs í gervigrindinni að einhverja ástæðu virðist sko þessa viðskipta hömlur ekki býta á Kínverja á kínversku þjóðuna vegna þess að þeir eru náttúrulega bara rosalega úrræða góðir og eru að mennta rosalega mikið af fólki í tölvunarfræðum og þessum greinum sem að liggja til grundvallar þessari þróun á gervigreind og síðan eru þeir að leiða þessa open source bylgju og náttúrulega sjáum það bara að Nvidia fellur sko fleiri milljarða virði í hlutabrjöfum þegar R1 hjá DeepSeek kemur út vegna þess að þeir eru að þjálfa fyrir miklu minni kostnað heldur en OpenAI og stóru bandarísku fyrirtækin hafa verið hingað til. Þannig að Nvidia sko þeir hrundu alveg. Já, allavega, ég sá þetta og ég held að ég sé ekki að ljófa að hrunið hjá Nvidia var svona 14-föld landsframleiðsla Íslands yfir eitt ár. Já. Þú veist, bara eitthvað gríðalegt hrun, en ég er hugsaði að þú veist, það verður alltaf þörf á svona processing poweri og þú veist, það er frekar verið ekki tíminn þá bara alltaf að kaupa í þessu núna heldur en því að hann er ekki búið að gefa út þetta nýjasta skjákortið. Já, og maður sé það núna bara á
ef maður kíkir á markaðinn sko, þá er Nvidia að rétta úr sér, það hefði verið gott að kaupa Nvidia í gær eða 27. janúar ef maður hefði verið á þeim ef maður væri í því ef maður ætti einhvern pening bara eiginlega já, en það þetta er nefnilega rosalega merkilegt að fylgjast með þessu og svona eins og fyrir mig sem svona var strax að byrja að brasa við þetta þegar GPT 3.5 og maður var að horfa á þetta og þetta var svona stafirni byrstust svona hægt fyrir framan og maður beið eftir og svona munurinn sem hefur gerst bara núna þangað til 25 er alveg sko, hann er ótrúlegur og svona hvað bara að segja, lýsingin mér finnst svolítið gott að segja sko, the frontier of AI is a jagged edge eða sem sagt, þetta er svona skörðótt egg framlínu gervigreindar að þessi módel eru sum orðin alveg ofboðslega fær í ákveðnum þáttum og er að nálgast eða að fara fram úr mennskri sérfræði þekkingu en eru hins vegar alveg handónýtt í jafnvel einföldum verkum sem okkur þykir engin tiltöku mál. Nei, nákvæmlega, því að allt þetta flókna, að kannski þetta segja orða kannski þannig að allt þetta flóknastöf er svo binary, þú veist, með starffræði er bara ákveðin, þetta er bara tölur og allt svoleiðis, en svo þegar þetta einfalda er ekkert endilega alltaf það er svo marga leiðir að þessu einfalda. Já. Þannig að þá kannski eðlilegt að ekki svona gervigindin sem ekki alveg komin með þetta ennþá, en þetta er örugglega miklu frekar að því að þetta er búið að hjálpa bara gervigindir hjálpa að fylgta fólki bara með forritun og svoleiðis í dag. Þannig að þetta er kannski miklu meira núna finnst manni eins og mér finnst ekki gervigindin miklu meira að vera að læra á okkur heldur en við eitthvað á hana, eða þú veist, þú talar bara tungumálið þitt við hana. Já, og ég held að þetta sé mitt sko, það sem við erum ómeðvitað að gera að við erum að mata gervigreindina og eins og kannski þessi ritgerð sem kemur út þarna held ég 2017 sem heitir Attention is all you need sem að byggir upp þetta transformer arkitektúr sem að þessi djúpþjálfuð tauganett byggja á í dag og Ilya Sutskever sem hefur svona verið einn af leiðandi frumkvöðlum í þessari þróun, hann sagði they just wanna learn, þau vilja bara meira og meiri gögn og Erik Schmidt fyrirhundi forstjóri Google sagði á ráðstefnu í Stanford núna í haust að fyrirtækinu þau voru búin með gögnin á internetinu, það væri öll gögn sem væri opin á internetinu, þau væri búnir að sækja þau og að ég held og er nokkuð vissum að hellinga af gögnum líka sem að þeir áttu ekkert að vera notað í þjálfun en það hefur það komið upp og er alltaf að koma svona ákveðna fréttir að komast að því að það er einhver svona höfundavarið efni og annað sem að fer þarna inn en þetta kannski kemur við að svona líka öðru máli að þú veist þetta er grundvallar breyting, þetta er grundvallar svona þróunar ferli eða ferill sem að við erum bara í sem samfélag og þegar tæknin er að breytast svona ört að því maður er nú með BA-próf í lögfræði og mikill áhuga maður lögfræði og að hún getur ekki haldið í við þessa þróun, það er ekki hægt að ná að einhvern veginn að reglusetja þetta sem að þróast svo hratt að munurinn er ótrúlegur á milli mánaða. Já. Að við þurfum kannski að hugsa öðruvísi eins og hugverkarétt og hvernig við erum meðhöndlun gagna að því það má segja að eins og til dæmis með þessum fjölhæfu módelum og bara eins og þú bendir á daginn og bara skemmtilega svona lifandi umræður á þráðanum hjá okkur að eins og nýju Gemini módelin frá Google sem að þú getur í raun og veru verið bara með og fylgjast það með tölvuskjánum hjá þér og svo er náttúrulega þessi erindrekar eða agents að koma sem geta stýrt tölvunni hjá þér og þeir gera það með því að taka myndir af því sem er á skjánum hjá þér og stýra músinniðinni og þá náttúrulega
þetta farið að draga gögn inn til sín sem að þú ert kannski að fara með í gegnum í þá borgaða áskriftir að einhverjum greinasöfnum eða gagnasöfnum eða eitthvað, þú ert kannski svona ómeðvitað að búa til þjálfurangögn fyrir gervigreind með gögnum sem er strangt tiltekið samkvæmt einhverju löggjöf ætti ekki að fara þangað inn. Nei, nákvæmlega, það stendur mér þess mjög skýrt í skilmálum eins og hjá Google, en það er bara eins og allir, fólk bara skrólar í gennum skilmál og heldur áfram til að nota þetta, út vantilega að tala um þetta með streaming live í Google AI Studio, þar sem jú, þú getur fengið fjaraðstóð frá gervigreind, þú segir bara, herði, með opið klippiforritið mitt, Premiere Pro, ég þarf að klippa þetta myndband, þarf að fá svona stillingu inn, hvar fer ég inn? Það bara kemur röddin, já, farðu þarna upp og smeltu þarna, gerðu þetta, og það er einmitt, það er gervigreind að horfa á skjáin og það stendur alveg í skilmálum að þegar þú ert að nota þetta frítt, þá verði gögnin notuð, eða kunni að vera notuð til þess að þjálfa módelið. Já. Og þess vegna það er svolítið við heyrilega að passa það ef fólk í ykkur svona að hvað gervigreindin hvað er þetta að sína gervigrindinni þú veist, er þetta grein með einhverjum viðkvæmum upplýsingum eða þarftu bara stillingun í vörð til þess að eitthvað gerir, þú veist, það er þannig að ég myndi nú alltaf frekar ef ég ætla að vera með eitthvað sem ég myndi frekar borga fyrir þetta heldur en að nota þetta kannski frítt. Já, og það er svona bara góð áminning að ef þú ert að nota einhverja tækni á internetinu sem að er frí, að þá eru alla líkur því að gögnin sem að þú býr til séu það gjald sem að þú greiðir fyrir þjónustuna. Nákvæmlega, when something is free, you are the product, eins og það er sagt. Akkurat. Og ég man að ég setti nú upp þarna fyrir jólengutíman að því að Anthropic eða Claude komum fyrstir með þetta svona erindreka sem að gat stýrt tölvunni sinni og ég setti þetta upp hjá mér og ég lét Claude sem er módelið frá Anthropic, ég lét hann spjalla við GPT sem var mjög áhugavert og ég var eitthvað svona horfið á tölvuskjáin hjá mér og ég var bara eitthvað, hvað er ég að horfa á? En þarna náttúrulega, þarna erum við kannski að sjá pínu framtíð eins og upplýsingatækni þjónustu og svona tölvu aðstóð að fólk er að upplifa að tölvan er eitthvað biluð eða eitthvað vegna þess að það sem ég held að sé pínu svona vannmetið að því þessi tækni er vannmetin og ofmetin á sama tíma sem er kannski þessi skörðótta egg að eitt sem að okkur svona maður skilur betur þegar maður heyrir það að okkur skortir stundum orðaforðið til að útskýra þá áskorun sem maður stendur frammi fyrir vegna þess að maður hefur ekki næga þekkingu. Já. Og kannski útskýra þetta þannig að þú ert með eitthvað vandamál eða áskorun, segjum sem svo þess að mann IKEA húsgagn og þú bara skilur ekki hvernig þessar lamir eða hvernig þessi festing virkar eða eitthvað og þú ringir í einhvern og reynir að útskýra fyrir einhverju sem kannski smiður eða með þekkingu þessu, en þú nærði ekki að skýra út nægilega, þannig að þá hvað segir hann? Getur þú komið og kíkt á þetta hjá mér? Getur þú séð þetta hjá mér? Að því leið á einhver sem að hefur skilning og þekkingu á viðfangsefninu og sér þetta, þá getur hann nota heilan í sér til þess að búa til lausn og útskýrt hana fyrir þér. Þannig að, og þetta hef ég notað rosalega mikið í mínu ferli í að nota gervigreind til þess að læra forritun og búa til alls konar upp og lausnir sem ég nýti mér að ég nota bara snipping toolið eða print screen til þess að sína ef ég er með einhverju villu eða eitthvað sem vandar og þá bara já, herðu, þú bara gerir svona og svona og svona og þetta er náttúrulega flýtir óbúslega mikið fyrir manni en að samaskapi er þetta svona akkurat eins og með þann sem stjórnaði sýningavélinni í bíóinu að þetta hefur áhrif á eitthvað starf og mér finnst svona kannski vantar svolítið upp á umræðuna í svona stóra samhenginu að við þurfum einhvern veginn að áhættu meta svona samfélagslega áhrif á þessari tækni vegna þess að þetta er eins og Andrew Ng segir og hann á þetta sko að
AI eins og rafmagn, þetta svona almenn tækni. Hún virkar þvert á svið og það sem við munum sjá núna, og ég held að 25 svona ár þessa agent. Heldur betur, það verður bara ársins í lokur, þegar RÚV fer að velja orðið ársins bara í desember, það verður örugglega bara agent. Myndi ég halda það sem því svona AI agent eða agent sem verður notað nema að ég einmitt að finna eitthvað íslenskt erindreki eða veistum. Akkurat, en ég held að 26 verði ár vélmenni sitt, sko. Að vegna þess að þróunin, og það ótrúlegt að sjá þróunina í þessum vélmennum sem eru komin með þá þessi tauganett sem að geta hort og skilið og svona metið umhverfið sitt miklu meiri nákvæmni, raun og veru sko ekki kannski nákvæmni náttúrulega ákveðið hugtak sem erfitt að nota vegna þess að það svo misjafnt í hvað samhengið það sett, en þeir komið með vélmenni sem að geta verið meðvitað umhverfið sitt og brugðist við ólíku áreiti og unnið kannski almennari störf og einfaldari störf heldur en að við höfum séð vélmenni vera að vinna við áður sem að hafa þá meira verið svona þessi svona vélnáms og tölvusjónar vélmenni sem eru þá sérhönnuð í einhver ákveðina verkþætti, en þannig erum við komið með tækni sem að gera þeim kleift að vera miklu almennari og svona geta kannski sinnt þjónustu sem að í dag þú þarft einstaklinga eða þú þarft manneskjur og þá sko stækka þessar spurningar ansi hratt sko bara varandi stafrænt vinnuafl og svona hvaða áhrif það mun hafa bara á raun og veru svona grundvallar uppbyggingu samfélagsins okkar sem að snýst það að fólk sé í einhverju starfi sem að það fær greitt fyrir laun og notar það inn í hagkerfinu að þegar við skiptum út og ég meina, það getur engin spáð fyrir framtíðina eða neitt en ég held að það sé hins vegar og svolítið kærulaust eða bara kannski mætti segja hættulegt að vera ekki að greina og virkilega svona teikna upp einhverja sviðsmyndir í raun og hvað getur gerst og hvaða atvinnuvegir þetta eru sem að munu verða fyrir miklum áhrifum. Vegna þess að kannski eins og við ræddum með sýningarstjóra í kvikmyndahúsum og svo náttúrulega erum við að sjá þróun hjá prenturum. Prentsmiður hafa breyst. Ég minnist stundum á það var stór atvinnuvegur sem voru stúarar. Stúarar, já, þetta var mikla pælingar, þetta voru þeir sem röðu tunnum í skip. Það var að vera að lesta skip áður en að gámarnir koma og þá þurfti voru stúarar ég vonandi sé að fara með rétt máli, ég ekki með neitt fyrir frá mig að þá náttúrulega þurfti að lesta skipin af mikilli list að þurfti náttúrulega ballesta þau rétt annars náttúrulega gátt þau oltið en þetta bara svo kom bara einhverju gámar og þá bara hættir þetta og við megum ekki heldur týna okkur í einhverju svona rómantískum hugmyndum það að við ætlum að vernda mannleg störf eða að við munum kjósa það að fela manni að vinna eitthvað starf þegar við vitum að það einhver tækni sem stendur manninum framar. Já, nákvæmlega eins og bara einu stund tekið þetta sem dæmi með bara í dag þegar þú þarft að byggja hús og þá kannski byrjar mögulega skurðgrafa á því að koma og grafa skurðinn. Það enginn að tala í dag hvað með alla hina sem voru að vinna við að grafa þetta með skóflu. Það bara miklu betra að fá gröfin á staðinn og móka þetta upp, Það einn í því heldur en 10, og þannig að mér finnst allavega það maður þarf alltaf að öllum tilvikum með svona að setja á sig hlaupaskóna og hlaupa með í staðinn fyrir að verða eftir af því að þá missum maður af bara eins og ég segi og þess vegna gott að vera bara alltaf inn í þessum hlutum. Reyna að fylgjast aðeins með og
og það kannski bara markmið með þessum þáttum og ég held að við séum svona að fara að hnýta endan á þennan fyrsta þátt sem bara búið að vera mjög gaman að spjalla við þig og hvetja bara fólk til að kynna sér þetta. Við verðum með fleiri þætti og ég mun að öllum líkindu fá þig aftur til þess að spjalla málumni líðandi stundar en svona, ertu með einhver ráð til hlustenda? Eitthvað sem þú myndir svona, kannski eitthvað sem þú vilt koma að skilaboðum? Já, kannski aðalega bara þetta með að það, ég myndi allavega það maður þarf bara í þessum að vera að kynna sér hlutina alltaf og þetta með gervigreind, þetta ekki eitthvað svona sem þú bara lærir og kannt. Nei. Það alltaf eitthvað nýtt að koma og þú veist, ef þeirra fólk hefur labbað ef ég er með YouTube og bara svona forsíðan í YouTube, það sést bara endalaust á YouTube með eitthvað svona AI-vídeó og svona, maður endalaust að skoða eitthvað, endalaust að kynna mér eitthvað nýtt og ekki þetta bara varðandi gervigreind, þetta er bara eitthvað annað líka, það er rauninni bara og líka þetta svona bottom line kannski er bara það þegar maður fái gráðu í einhverju útskriðis með eitthvað, maður hættir aldrei að læra. Það er svo sem líður þannig að þessi búnir að læra eitthvað leiður að fá eitthvað plagg það, en það bara er ekki þannig með neitt. Nei, og ég held að þetta sé hárrétt sem þetta segja og það er engin, við vorum að ræða þetta nú bara í morgun, að það er tæplegast nokkur sem getur kallað sér sérfræðingi þessari tækni þar sem að þetta er allt nýtt og er að þróast svo ört en það er bara mikilvægt að pröfa og eins og DeepSeek og öll þessi módel hvort sem það er ChatGPT eða Claude eða Gemini að það er hægt að pröfa þetta flest frítt. Já. Og ég segi við fólk bara farið inn og kynnið ykkur og segðu bara ég veit ekkert gervigreind, getur útskýrt eitthvað fyrir mér að þá bara byrjar hún og svo er að koma sífellt að koma einhverja nýjungar sem að einfalda aðgengi að þessu og ég myndi kannski betja hlustendur sem að eru tæknilega sinnaðir að bara ekki vera hræddir við að ná sér í einhvers konar forrit til þess að prófa forrita eins og Visual Studio Code sem er open source að þá getum við að byrja að prófa að búa sér til heimasíðu eða prófa að búa sér til einhver einföld forrit eða þá nota tæknina ekki kannski endilega nota gervigreindina sem einhver endapunkt heldur nota hana sem verkfæri til þess að búa sér til eitthvað sem verður þá endapunktur að því að gervigreind stundum ef við ætlum alltaf að hugsa hana sem einhvern endi eða að þá kannski erum við að lenda oftar í því að lenda í því að við takmörkuðu getu hennar eða eitthvað slíkt en ef maður nýtir hann sem verkfæri til að greina gögn eða búa til Python forrit til að leysa eitthvað annað sem er þá miklu stabíla og betra í það verkfæri að því að kannski þessi gervigreindar módel eru ekki alltaf besta verkfærið en þau eru kannski verkfæri sem við getum nýtt til þess að búa til besta verkfærið. Já, algjörlega. Já. Annars bara takk fyrir spjallið, Gunnar Ásgeir. Ég held að við höfum bara komist nokkuð nokkuð heilir út úr þessu. Já, held ég og bara heiður að fá að vera henni í fyrsta þættinum. Já, fyrsta þættinum að temjum tæknina. Þá bara þangað til næst. Takk fyrir. Takk.